Tíðnitabla er tabla sem við notum til þess að halda utan um og flokka talnagögn. Við skulum gefa okkur hérna eitt talnasafn. Og núna teljum við, setjum upp í tíðnitöflu, við byrjum á að skrá niður stökin sem að koma fyrir hjá okkur og við skráum niður líka öll stök sem eru þar á milli. Ef að til dæmis það ekki verið neitt 3, ég hefði samt skrifað 3 hér. Ég skrifa frá lægsta gildi til hæsta gildis og allar að minnsta kosti heilar tölur þar á milli séu þetta heilar tölur sem ég er að vinna með. Svo kemur hérna eitthvað sem heitir merking. Það er ekki skilyrði að setja merkinguna. En þá tekka ég hvað eru margir ásar. Það er 1 og það eru 2. Þá merki ég 1, 2. Tvistarnir eru 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Þristarnir eru 3, 1, 2, 3. Og það er bara 1 fjarki. Þannig hér. Svo skrái ég tíðnina og þetta er 2 svar, þetta er 4 sinnum, þetta er 3 svar og þetta er 1 sinni. Þetta eru samtals 10 og það borgar sig að telja tölunar. Þær eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Hefði ég fengið aðra tölu en ég fæ hér, þá er eitthvað vitlaust í þessu hjá mér. Svo til eitthvað sem heitir hlutfallstíðni. Það er í raun prósentan, þá ger ég fjöldin sem er hér deilt með heildinni. Og út úr því fæ ég 0,2, 0,4, 0,3 og 0,1 sem gefur mér 20%, 40%, 30% og 10%, samtals 100%. Ég get notað núna þessar prósentur til þess að setja upp í einhvers konar myndrit eða þessar tölur. Það er ekkert alltaf sem við förum alla leið í prósentunar. Stundum stoppum við bara hér. En það þarf að kunna að gera þetta allt saman. Til því að maður vill geta valið hvernig maður túlkar gögnin sín.